Árið 1241, ennþá það haust og fallinn myrtur Snorri Sturluson. Og Klængur Bjarnason, uppeldissonur hans og vitorðsmaður af morðinu, tekur við búsforráðum í Reykholti. Og hann þar og stjórnar búinu og síðan líður fram að jólum og skyndilega þá heyrist hvinur í lofti að það kominn stór herflokkur að vestan sem hann leggur undir sig staðinn. Og hver var kominn? Það kominn Órækja Snorrason sem hefur safnað liði og fengið í flokk með sér Sturlu Þórðarson og fleiri. Og þeir taka staðinn, ná honum undir sig. Hvað getur maður svo sem sagt meira? Þeir handtaka Klæng. Handtaka Klæng. Já. Og Svolítið merkilegt að því að þetta sagt að þetta hefði verið svona mestu hús og mestu virki á landinu. Þegar ráðist á það var aldrei getum neina mótspyrnu í Reykholti. Það eins og Klængur hafi ekki reiknað með árás eða neinni mótspyrnu. Hann hafi bara haldið að það sé búið að brjóta niður Sturlungana. En þá kemur Órækja, þessi vandræðakemsi, en þarna sýnir að þennan manndóm að hann kemur þarna suður og hann tekur Klæng. En vandamálið að, og það greinlega að hann ætlar sér að drepa hann, en vandamálið að það jól. Já, en þó Órækja óræður maður, algjörlega. Já. En hann heldur helgi jólana. Ég held að hann hafi komið mjög óvart þannig að kannski var Klængur ekki varar sig vegna þess að reikna enginn með að Órækja gera neitt. En hann komið óvígan her. Já. Og hann búinn að taka staðinn og hann búinn að ná Klængi á sitt vald og hann með fóstbróður Klængs sem áður hafði hitt Klæng við Apavatn. Seinna hafði Klængur bjargað Sturlu við Örlygsstaði. En þarna líka helgi jólana óþekkt fyrir okkur. Hugsanlega var þetta bara klækjabrögð hjá Órækju að koma akkurat á þessum tíma ársins að fara að klæja. Þetta mjög góð tilgáta. En allavega hann búinn að ná Klængi á sitt vald 25. september sem við köllum jóladag og að sjálfsögðu kemur fóstbróðurinn og biður honum griða og þá svarar Órækja, þessi undarlegi maður og samsetti, í dag helgur dagur, það verður engin höggvin í dag. Sem að þýddi að morgunin eftir og af einhverjum ástæðum þá Sturla fóstbróður við bænahald í kirkju og þegar hann kemur út þá liggur maður dauður. Þá maður dauður og höfuðlaus á hlaðinu, fóstbróðurinn, og hann hafði ekki getað sinnt honum. Ég held að hljóti hafi verið mjög erfitt fyrir Sturlu þegar hann skrifa þessa sögu að rifja þetta upp. Mjög sennilega. Já, hann náttúrulega fríir sig allri ábyrgð með því að hafa verið í kirkju þegar að fóstbróðurinn drepinn. Þannig að þetta náttúrulega falleg jólasaga með helgi jólana að Órækja skildi fresta aftökunni fram yfir jóladag. Ég segi svona að þetta var nú tilgáta sko. Já, ég veit það, hún falleg. En það sem skeður næst það að Órækja heldur áfram með þennan óvíga her suður og ætlar sér að ná Gissuri, banamanni Snorra, og þeir fara austur í Skálholt. Þeir fara dagfari og náttfari austur eftir og þegar að spyrsta þeir séu á leiðinni, þá flýr í rauninni Gissur með sitt lið í Skálholt, á biskupssetrinu. Og þar Sigvarður til þess að aðstoða. Sigvarður biskup? Já. Sigvarður biskup miðlar málum þegar að staðan augljóslega sú töpuð fyrir Gissur vegna þess að Órækja og Sturla með sitt lið eru búin að umkringja staðinn og það mjög einfalleg saga í því að maður sem að kallar Birkibeinn, hann kemur hlaupandi út á milli flokkana og segir hvetur menn til að hætta að berjast en þá kom steinkast í höfuð hans svoleiðis að fæturnir köstuðu fram yfir höfuðið, hann steinn lendi þannig og Sturla Þórðarson sem náttúrulega vitna þessu skrifaði í bók sína og voru þá hljóðnuð köll hans að sinni. En þarna á þessari stundu, þetta í raun og veru stjörnustund Órækju Snorrasonar,
hann er eiginlega búinn að sigra aðal óvinn Sturlunga, hann hefur Gissur Þorvaldsson á valdi sínu. En það er eins og á hann renni herfjötur, það er eiginlega sama ástand og með Sturlu Sighvatsson, þannig að hann klárar ekki dæmið, eins og menn myndu segja núna, hann tekur ekki Gissur og drepur hann eins og hefði verið eðlilegast að gera, heldur hlustar á biskupinn og fleiri kirkjunamenn sem þarna eru og vilja ganga á milli og það verður úr að hann eiginlega hættir við allt saman og leggur málið í úrskurð biskupana. En heldur þú ekki, Sirrý, að þarna kom inn í þetta sama með Helgi Jólana? Ég held það. Að það var biskupinn. Þetta er einhver svona nærvera. Þetta kaþólski menn. Kaþólski menn og þannig eru siðir kirkjunar orðnir mjög sterkir og styrkir. Og hugsanlega hefur hann ekki kunnað við það bara beinlínis. Þó þetta árækja sér nú ekki í sögunni skrifuð sem slíkur karakter. Það tekið tillit til hver sem er. Nei, en þú vilt ekki eiga það gagnvart sko almættinu eftir dauðina? Nei, hann gat þarna verið að taka allt og mikla áhættu á biskupssetrinu. Svolítið hann ákveður það að í staðan fyrir að gera á ganga milli borðs og höfuðs á óvinni sínum Gissuri að samkvæmt ráðum biskupsins að halda sáttafund næsta vor. Halda sáttu við það og Gissur hann sver eins og venjulega, eins og hann gerir mjög oft í þessari sögu, hann sver við flís úr krossi Krists sem að þarna sem menn áttu, að hann muni halda þessi grið og muni virða þann úrskurð sem að feldur verði. Og síðan fer þá Órækja með sitt lið aftur vestur og þeir mæta síðan á fund við Hvítárbrú þar sem á að ganga frá þessu samkomulagi. Hvítárbrú í Borgarfirði. Hvítárbrú í Borgarfirði. Foringjar liðsins eru sem sagt Órækja og Sturla Þórðarson. Og þá koma þau boð frá Gissuri og Kolbeini unga að Órækja komi yfir brúna og allir ráðleggjónum að fara hvergi því að þessum mönnum sé ekki treystandi. En þeir eru nú bláir Órækja og Sturla til þess að lappa við brúna. Þannig að það sem gerist í raun og veru er það að þeir fara þarna yfir og griðin eru rofin og Sigvarður og Brandur kirkjunamenn, þeir verða mjög reiðir vegna þess að þessi grið er raun og veru þeirra ábyrgð sem að Gissur og Kolbeinn rjúfa og Gissur náttúrulega er margfaldur griðrofi í sögunni og gerir það hér enn einu sinni en þarna standa þeir allt í einu bara hinum megin vána. Já, bandingjar í rauninni og þeir eru bara afvopnaðir og bundnir upp á hesta og það er lagt á stað með þá bundna eins og norður í land yfir heiðar og það er mjög fallegt augnablik á Öxnadalsheiðinni þegar þeir nálgast Gásir þar sem að skip bíður sem á að flytja þeirra burt úr landinu, þessar tvo menn, Órækju og Sturlu Þórðarson, rithöfund og snilling og skáld. Þá snýr Órækja sem hefur náttúrulega rétt eins og faðir hans verið orðheppinn maður og segir nú er skammur á okkur dáshalinn frendi. Það er að segja að það var látt að þeim reysið. Já. Dáshalinn. En hvað er það? Þetta endar með því að það er Órækja sem er sendur utan til Noregs. Sturla fær grið. Fær grið, gegn því náttúrulega lofa að Ybba segi ekki meira. Já, honum var betur treystandi en Gissuri. Já. En hvað er það að Órækja fer til útlanda og er þar með eiginlega úr sögunni, hann deyr nokkrum árum síðar úr hreinum leiðindum og fyllirí og er þar með eiginlega þetta þegar Órækja fer úr sögunni þá hverfur hann en ef Órækja hefði í raun og veru drepið Gissur í Skálholti eins og hann gat þá hefði hann í raun og veru orðið sigurvegari sögunar. Svolítið merkilegt að það virðist enginn eftir hans dag á Íslandi hafi verið skírður Órækja. Þannig að það segir svona sitt þá að rétt eins og lygamörður og vígarhrappur hurfu einhvern veginn út úr svona íslenskunni í margar aldir að þá hverfur þetta nafn vegna þess að menn hafa hálfgerða skömm á Órækju greyinu. En ef hann hefði látið þetta skara skrið í Skálholti þá hefði hann líklega verið hinn stóri sigurvegari sögunar. Og ýmsir nefndir eftir honum. Já, og kannski við meir og minna all.
Sko, órækja, þetta er aldrei algengt nafn á Íslandi. Þetta er mjög sjaldgæft nafn í landinu. En þetta er rétt, þetta var hans stjörnustund, þetta var svo stund þegar hann gat náð fram hefndum og staðið eftir sig sigurvegari, en hann brestur kjark eins og Sturlu, frændans, Sighvatsson, hann brást kjark og gat einhvern veginn ekki komið því til leiðar sem hann ætlaði að gera.